Já, þá skilst mér að við séum konum með hljóð. Það ekki seinna varnar, 2 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Staðan hér 4-12. Já, það 2 mínútur eftir hálfleiknum og Fylkir bara búin að skora 4 mörk. Það heyrðu rétt. Og gangur leiksins, já, Fylkir komst í 1-0. Og skoraði Valur 5 mörk í röð og já, hægt og rólega keyrt yfir andstæðing sinn hér í fyrri hálfleik. 8 mörkum yfir. Já, og Sunna Jónsdóttir hérna hægra megin. Sunna María á miðjunni. Áslaug Gunnarsdóttir hérna í vinstra horninu. Hægra horninu segir með sendingun hérna yfir í það vinstra. Það sem að Unnur Rómarsdóttir hefur verið. Hún setur hann í hliðarlínuna, hliðarnettið. Hann ásvölaði á. Sunna Jónsdóttir sterk hérna inn á línunni, vörninni. Og hann fara aukakast. Einn leikmaður er utan hvoru liði vegna tækjamyndabróttisana. Vinstra megin, Annett Köflið þarna og Kristín Guðmundsdóttir hérna á miðjunni. Rebekka Rut Skúladóttir hirti frákastið. Hægra horninu Karolína Gunnarsdóttir og þetta er Annett Köflið. Guðrún Ósk Maríasdóttir sem hefur varið býsna vel í þessum leik. Varið þetta 8. skotið hennar. Raunin ástæðan fyrir því að það munar ekki tekist að tölu á liðunum. Hér hálfleikur nálgast ófluga. Það eru Fylkistelpur konum með fullskipalið. Sem er Natalie inn á hægri skiptuna. Anna María á línuna. Afsökunar á þessum tæknivandræðum sem að tæknimaður segja enginn ekki hægt að útskýra á neitt nátt. Því að það var ekkert hljóð hér fyrstu 28 mínúturnar. Það er háflega lýsingu og læti hér í húsinu. Valurmenn halda boltan 4 sekúndur eftir þegar að taka leikhlé. Finnum hvort að Stefán geti ekki kaldra fram einhver töfrabröð hérna á Stefánu sínum. Þegar þetta hefjast hann í. Já, þá er það klárar. Taka sér stöðu. Spurning hver á að skjóta. Það leiði mér að tippa á Önnu Úrsúlu. Það mæta hérna framalega. Svo við náttúrulega láta brjóta þetta upp. Finnur Önnu Úrsúlu, já. Það er á boltanum tilbaka. Sunna María með skotið við völlinn. Það verð Gunni inn í herrun og lokaflauti aldrei gellaðinn. Það er komin hálfleikur. Ég þarna sem að Garðar faraðist betur yfir þessi tæknimál, komið með seinni hálfleikinn og vonandi hljóð allan hálfleikinn hér í seinni hálfleik. Fyrir mjög auðlýsingar staðan 4-12 Valið vil. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Ískápar, heldur betur. Max. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before,
and I swear this is true, and I owe it all to you. Ísskápar? Heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Harðviðarval hefur í meira en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðarval. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Síðasta testum
Mjög mikið til hamingju. Það eiginlega að þú átt góðan þjálfara. Ekki? Það sjálfsögðu. Hann fær útaborða fyrir 2 á hamborgarafabrikuna. Það ekki að bjóða þjálfara mín útaborða. Boltinn í beinni á sporttv.is. Jæja, áhorfendur góðir. Það kuð vera hljóð og seinni hálfleikur fer að hefjast. Staðan hér í undanúrslitaleik Fylkis og Vals í Eimskipsbikar kvenna. Staðan 4-12. 8 marka munur Valivil. Allt og stór munur til þess að þessi leikur getur talið spennandi og ljóst að Fylkir þarf að heldur betur að spýta í lófana til þess að gera þennan leik eitthvað spennandi en skulum ekki afskrifa þær og maður sé nú ekkert rosalega vongóður fyrir þeirra hönd. Valsdalbur aftur á móti líta vel út og fyrir þessari á leiðin í bikarúrslitin. Markaskorari í fyrri hálfleik. Hrafnhildur Ósk Skúladóttir markaðist hjá Val með 4 mörk, Kristín Guðmundsdóttir 3, Annett Kaupli 2 og það er Rebekka Rödd Skúladóttir, Karolína Gunnarsdóttir, Anna Úrsula Guðmundsdóttir 1 mark hver. Guðný Jenný Ásmundsdóttir varði 6 skot í markinu. Guðrún Ósk Maríasdóttir varði 8 skot í marki Fylkis, langbæsti leikmaður þeirra hér í fyrri hálfleik. Svo skoruðu þar 1 mark hver, Anna María Guðmundsdóttir, Sunna María Einarsdóttir, Natalie Sæn Valencia og Áslaug Gunnarsdóttir. Það voru öll 4 mörkin þeirra á 30 mínútum. Og stráklega bannaður að nota áfengis sem blandar af vín og efna. Það eru 14 sekúndur í að Valur verði með fullskipað lið. Það er að fara stað hér í fyrstu sókn seinni hálfleiks. Það tekur náttúrulega 14 sekúndur að koma að punktalínunni, þá fær Hrafnhildur að koma inn á. Þar kemur hún. Kristín upp. Það er steinleikur. Búin að leika frábælega hér. 4-13. Þessi lið afturstu í síðasta laugardag og þá vann Valur 22 marka sigur. Hvernig þessi ekki svo ljótan leik en þetta leika síður ekki að vera jafnt. Sunna Jóns, Natalie hérna herra meginn Sunna Jónsdóttir komst ekki á blaði fyrir hálfleik, munar minna. Það er engar góðri gæslu og það vantar hreinlega að þar hafi burði til þess að opna fyrir hana. Sunna María það sér heldur ekki strikisvotnarleiknum frekar svo sem aðri leikmenn liðsins. Skoraði fyrsta markið, ekki sögunum meir. Enn er það vörnin sem er að fælast fyrir Sunnu. Það er löng sending fram sem að gengur ekki. Sunna leitar línunni. Hann ósvöldlega fær Sarmi undir hún. Lyfti fætinum upp, ég held að þetta sé hárrétt. Það er einu fleiri næstu 2 mínútur. Spilum hvort að ná að nýta sér það. Svona skref. Klaufalegt. Rétt farnar að staða hérna einu fleiri og
tapar boltanum svona klaufalega. Hrafnhildur fyrir loftið, það framhjá. Rétt framhjá markinu. Fylkir. Sunna María í gegn og skorar, lagða í gegn. Sunna María kom með 2 mörk núna, 5-13. Liðu tæplega 20 mínútur á milli marka hjá Fylki þarna. En það kom. Við höfum vonandi brotið í sig þeirra vegna. Reynir hérna eitthvað sem að ekki vunna að gera á Guðrún Skver. Það er Natalía og Sunna Jónsdóttir upp. Gunni mætt á lína svo á Sunnu. Gunni kom með 8 skot varinn. Þá er Valur komið fullskipað lið og stöndum svo kapleiningi 1-0. Kristín, já, vel varið. Guðrúnu komið 10 skot varinn núna. Sunna, hotni galopið, Unnur, hún skorar. Unnur Ómarsdóttir með sitt fyrsta mark, 6-13. Kristín Hrafnhildur, Karolína, Íris upp. Laglegt mark. Smeltir hérna upp í nærhornið, 6-14. Hún er náttúrulega 8 mörk. Sunna á fljótarsvara, meiri kraftur í fylgisliðinu hér í byrjun seinni hálfleiks. Já, Rebekka Höllur Áslaug ekki sátt við hana, meðan hún sé að reyna að fiska eitthvað. Hrafnhildi og hún leitar að önnur stjórnum á línunni, kemur boltanum ekki á hana og kemur Fylkir hratt. Já, vel gert. Sunna Jónsdóttir með frábæra sending á Natalí sem að skorar. Natalí Sægir með sitt annað mark, 8-14. Og niður í 6 mörk. Og Fylki 6 mínútur að skora jafn mörg mörk. Seinni hálfleikur að gera í öllum fyrri hálfleikum. Finna hérna önnur Sunnu. Hvað er stefnt eða hvað 2 mínútur á Natalí. Annars skipti heldur sem hún fyrir út af. Já. Nei, bara auka kast. Fylkistöpur hérna þetta væri víti, eins og ég. Hún kom boltanum í netið og fljótur að dæma Kári hana. Karolína inn, laglega gert. Karolína komin á blað. Öðru sinni, að annað markið hennar, 8-15.
Sigríður Hauksdóttir komin upp í vinstra hornið, Unnur í skiptunni meðan Sunna Jónsdóttir er tekin úr umferð. Nóðar er reynufæri, Fylkistelpur. Það kemur Unnur og Sunna María. Góð vörn hjá Val. Það geta stilt upp fyrir Sunnu Jónsdóttur eða hvað. Nei, höndin er komin upp saman. Og Guðni Jenny verður hérna þetta skotin heit frá Áslaugu. Valur getur því komið upp í 8 mörk þennan í. Kemur Fylkisliðið, 17 sekúndur í að verða fullmannaðar. Það 5 sekúndur núna manninn. Það verður þetta fara af stað. Unnur, já, þetta er vel gett þegar hann fær í fæstið. Þannig að það eru fullmannar á ný. Stöðaði þetta á langubolti fram á Karolínu Nærunasund. Nei, þriðja skipti sem að kasta boltanum svo niður völlinn. Valstelpur, einu sinni fyrri hálfleik og tvisvar í seinni hálfleik. Sunna Jóns var aukakast. Já, Sunna verður núna skiptir, Natalie kemur inn á. Það er ekki sáttu við Sunnu hér. Hún er að reyna á, búin að leggja upp 2 mörk, þannig að Natalie skorar. Komin inn á þriðja marki hennar. 9-15. Kristín Guðmundsdóttir svarar að bragði ekki lengi að þessu. Kristín kom með 5 mörk. Já, það vantar ekki hungrið þetta valslið. Þetta er vilji bikarinn og er að þar með handhafar allra titlana á Íslandi. Líka eftir afrek Hauka frá síðasta tímabili. Karlaflokki þar að segja. Já, Sunna gegn, vel varið hjá Guðnýju. Þannig að fara á kostum hér í seinni hálfleiknum, komið 13 skot alls. Þá Heppnar kannski ekki fór sér boltan og þarna annar sem að bergaði því og Valur stillir upp. En þá rétt tæplega 20 mínútur eftir þessum leik. 7 marka munur. Sigurinn hér mætir í bikarúrslitin 27. febrúar. Í heimskipsbikarnum mætir hann hvort HK eða Fram sem að mætast á morgun. Í beinni útsendingu hér á Sport TV klukkan 8. Já, Guðrún Ósk ætlar áfram að standa sig. Leikmaður sem er búinn að semja við Fram fyrir næsta tímabil. Mikill missir fyrir Fylki. Framarar næla sér í góða markmann, missar reyndar Írisi Björk sem hefur verið best allra markmann á Íslandi á þessu tímabili. Það verður ekki eins sársökufullt og það þurfti að vera að fá Guðrúnu. Sunna aftur komið Natalie, vel varið. Guðni að verja frábælega hér, komið með 14 skot. Verja 14 af 20 og 3. Nú er sæminni markværsla það. Hrafnhildur að nota aðeins sem voru skrifið þetta var yfirkastið.
Kemur Íris Ásta hérna inn á hægri skyttuna. Já, Rebekka brotið á henni. Jájá, það taka alltaf upp á því annars lagið að brjóta almennilega á anstæðingum Fylkistelpur. Með hún eiga það. Leikurinn alls ekki það slagast að þeirra leikir í dag. Þarna var hann hrífleikur. Anna Úrsúla dauðafæri og skorar að sjálfsögðu 9-17. Klauvar hérna Fylkir svona náðu ekki að grípa þessa sendingu og boltinn í innkast. Kemur Kristín. Truflar á Hildigunnur. Annað skipti sem það dendur Runugur hann í þessum leik. Kemur Fylkir ná ekki að nýta sér það. Hildigunnur var heila eilíð á leiðinni tilbaka í vörnina. Þess reynilega ekki átt að sjá því. Unnur, Sunna. Unnurinn á Önnu Maríu og hún fær auka kast. Kemur Sunna. Unnur, Anna Úrsúla verður hérna unnur fær boltan aftur. Og auka kast. Taka á réttum stað segir Magnús Kári Jónsson. Sunna María komin inn á aftur en núna hægra megin. Skiptir hratt á Finnbogi þessi mínútur. Er að reyna að finna réttu blöndun held ég. Einhverju hverfilega Sunna. Já, nær frákastinu. Glæsilega gert hjá henni. Neitt verður frásturinn náður frákastinu. Komið 4 mörk. 10-17. Já, þetta gladdugal fyrir fjölmörgu fylkismenn sem hér eru og styðja vel við sitt lið. Köfli, Anna, já, Runugur. Anna setur eftir, náður að nýta sér það. Já, heldur betur. Unnur, Dómarsdóttir, skorar sitt annað mark, vel gert hjá henni. 11-17, þetta er ekki nema 6 mörk. Menn á bekknum hjá Val hérna að biðja skref. Það eru alveg brjálæðir ef að leikurinn væri aðeins jafnari. Já, smá ágæð hérna í varnarleiknum á Fylki. Hvernig hann vendist. Rebekka. Vel gert hjá Rebekku Rut Skúladóttur. Það var að finna sig í gegn og skorar. Þetta sé hennar annað mark. 11-18. Fótur hér. Sjáum að Tinna Sofía Traustadóttir er komin inn á línuna. Kannan að sjá hana vellanum aftur eftir meiðsli. Já, það er Fylkir.
Sunna Jónsdóttir, Sunna María. Unnur. Sunna. Anna Úrsula. Svo turn hérna. Verður þetta upphandleiknum. Já. 13 mínútur og 15 sekúndum betur eftir 7 marka munur. Og frábær markvarsla hjá Guðrún Ósk Maríasdóttur. Það er sitt 12. skot. Heldur vonun á lífi. Unnur, Sunna, út í hornið. Já, brotið henni. Sendingin alltaf há fyrir Sigríði. Áfar. Sunna byrjar síðan smá stund. Kristrún kemur inn á. Það eru fjölmörg strætóskýli í Reykjavíkurborg sem eru ekki eins busy og varamannabekkurinn hjá Fylki hér í seinni hálfleik. Það getur sagt ykkur. Unnur staði sig ágætlega hérna inn á miðjunni eftir hún kom úr horninu. Þetta gengið aðeins betur. Kemur hún og Kristján upp. Já, það er ekki skotan á markið. Höndin komin upp. Sunna María. Unnur. Það heitir ekki markið. Og maður eftir að róa þetta niður og enga ástæðu til að keyra raðan upp. Hæst ánægðar með stöðuna. Og leikið vörnina alveg frábærlega í þessum leik. Valur. Þetta er einhverjum örlítið Hringsdagsson leið á leikinn. Já, þetta gerir Írisósta ákaflega vel. Þetta er með ólíkindum hvað hann fekk að vera lengi þarna inn í miðri vörnina á þess að vera brotið á henni. 11-19. Kristrún, Unnur. Já, fara yfir kastið. Æsilegt mark, stöngin inn. Það var gjörsamlega óverjandi. Kristín, já, steinleikur. 7. markið hennar. 12-20. Komið það hratt. Kristján upp. Nei. Þetta henni rólegheitum bara að stilla upp. Kemur Sunna María á miðuna. Unnur út í hægra megin. Kristrún. Unnur. Nei. Kristrún réttir Önnu Úrsulu boltan. Karolína. Með henni Rebekka Rudd. Já, hún skorar og tveggja minna brotthúsuna það ekki á Sigríði. Jú. 9 marka munur. Það er ekki örugglega dæmt mark, ég held að það hefur glemt að setja það upp á töfluna eða. Sjáum til hvort það verið leiðrétt eftir eða þú sleppið þessu bara. Þetta er þessi pappi Sunnu Jónsdóttur sem er hér á skórklukkunni, hann er kannski aðeins hjálpa sínum lið. Kristrún.
Sunna María, já, vel varið hjá Gunnýju. Já, Jói Lange að benda á það að vantar mark á töflunni, hann með þetta allt á hreinu. Eins og margótt heyrt hér á Sport TV. Það hörðu það Valsarar. Hann köfli. Og Kristín Guðmundsdóttir með sitt 7. mark. Ég ætla að fullera þessi 12-22. Það er 10 marka munur. Ekki 9 eins og stendur á töflunni og það verðast öll hafa mista af þegar Sigríður var reikin út af. Já, þau var skráð brottreksturinn gleymt að skrá markið á Rebekku. Þetta er skemmtilegt, svona gerist alltaf annað slæði í þessu. Þess vegna er gott að hafa þetta í beinni. Já, vel varið. Guðný með sitt 16. skot. Já, Rebekka Rut Skúladóttir. Nei, Hrafnhildur, ég er svolítið búinn að missa mig. Vittu sem ég hérna, 12-23. Já, tekið leikli. Finnbói tekur leikli. Eða hvað? En það er bara einhver reikistefna hann út á skoruna vantanlega. Átta mínútur eftir. Kannski reikistefna út á brottisjónunni, það er kannski verið eitthvað vitlaust fært í bókar það líka. Það er gaman að þessu. Þetta verður að leiðrétta það sem mér. Já, það er konum með fullskipalið. Staðan á skórtöflunum er 12-22, staðan í okkur er 12-23. Skiptir ekki öllu máli að þetta eina marka, en við ætlum að hafa þetta rétt. Þetta ritar hann á eftirlitsdómaranum að hafa þetta vitlaust. Sunna María, glæsilega gert hjá henni. Kom með 5 mörk hér, 13-23. Stela bóttan hérna, fylgir Sunna María, Kristrún. Anna María kominn inn á línunni. Jóhanna Tryggvadóttir hér í vinstra horninu, með hægra horninu fyrirgeði. Unnur kominn í vinstra hornið. Sunna Jóns missir boltan. Löng sending fram. Ardís. Arndís María lætur verja frá sér. Guðrún Ósk með sér 13. skotvarið. Sunna. Kristrún. Dagný Skúladóttir er náttúrulega ekki með valið þessum leik, þess að hún leik með val 2 í bikarnum. Nei, Sunniva Einarsdóttir var það sem var þetta sem er komin í markið. Og Fylkir tekur leikli þegar 5,5 mínútur til leiksloka. Munurinn 10 mörk, 13-23.
fara sig við markinu sem vantar á töfluna við dómarana. Hárrétt hjá honum. Rétt skal vera rétt. Valur haft yfirhöndina frá fyrstu mínútu. Fylkir komst í 1-0, Valur jafnaði jafnharðan og komst í 5-1. Og núna 10 mörkum yfir 13-23. Jói að ræða við Helgu Magnúsdóttir eftirlitsmann þetta mark sem að vantar ánægði með hann. Fimm og hálf mínúta, 9 marka munur samkvæmt klukkunni, skórtöflunni, við kalla þetta. Það er víst það sem munskiptamálið upp í staðið ef að Fylkir nær að minnka þetta. Og það er ákaflega ólíklegt svo við tökum ekki dýpri áhrif með það. Tala hún ekki þessari spilamönsku. Natalie, fór að vörðinu í netið. Natalie með sitt 4. mark. 14. mark Fylkis. Slögsandi hérna á Kristínu. Það koma Fylkisstelpur. Valstelpur mjög fljóta tilbaka. Eins og alltaf. Vel varist þarna hjá Önnu Úrsúlu, kemur höndunum fram fyrir Önnu Maríu. Annett Köfli. 10 marka munurinn í 14-24. Brotið henni og það slepp í gegn þarna en vantaði herslumunin. Kristrún, Sunna María, Jónsson í gegn eða eitthvað? Nei. En Jónsson fann að Fylkir er æði langt inn í teginn hérna á þess að setja hans víti. Kristrún upp, nei, horfir aldrei á markið. Sunna leitar línunni, fær boltan aftur Heppin og skorar. 17. markið hennar, ekki býsna vel hérna í seinni hálfleik. Það var bara seint. 15-24, 2 mínútur. Arna Valgerður Erlingsdóttir. Lítið komið við sögu hér í dag. Rekin út af. Það var sem stelpa norðan. Markið sem gefur þó nokkuð vonum við það að myndi gera góða hluti hér í Árbænum en það fari eitthvað lítið fyrir því. Annett Köfli hérna með sitt 4. mark. Það kemur aftur í 10 mörk. 15-25. Og Íris Ástalain Fylkir Hardís brýtur hér á Sunnu Maríu og það ná ekki hraðblöfinu. 1 mínúta og 50 sekúndur eftir. Kristrún Natalie, það varðið Sunneva var eitthvað annað skot. Kristín hún er frammeldið eitthvað, nei, hún grípar ekki boltan. Það var að Fylkir, Sigríður. Það er hallarleið og tætist líðurinn hér. Frábær markvarsla hjá Sunnevu.
Já, frábærlega var í háni. Marka munur og bóttur út í horni Arndís María, hún skorar 15-26. Arndís María komin á blað, Nemingis Kamila Transen sem ekkert hefur spilað og Hildur Gunn Einarsdóttir sem ekki hafa skorað í liði Vals af útispilurum. Kamila er svona 70% heil með sagt og þessi hvíli bara þegar þurfi ekki að halda hálf mínútu eftir hér. Svona Kristrún Sonni Jónsdóttir komin hér inn á aftur Bóttur 17 sekúndur. Sunna María brotu henni aukakast 10 sekúndur þegar hafa stilla upp bara eitthvað það langar skor ekki viðbót, það ekki spurning. Tekst bara ekki. Leiknum lokið með 11 marka sigri Vals 15-26. Valur komið í bikarúrslit heimskipsbikar kvenna mætir þar annarkvort HK eða Fram. Við sjáum þau lið leika hér á Sport TV klukkan 8 á morgun. Ekki missa seinni undanúrslitaleik heimskipsbikars kvenna. Hlaupa á hundavaði við markaskorara Kristný Guðmundsdóttir markaðist á Val með 7, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5, Annette Körli 4, Rebekka Rut 3, Karolína Anna Úrsula og Íris Ásta 2 mörk hver og Arndís María 1. Guðný Jenny varði 16 skot í markinu og Sunniva þetta er komin á 3. Já, Fylki var Sunna María markaðist með 6 mörk, Natalie Sæðin Valencia 4, Unnur Rómarsdóttir 2, Anna María Kristján Steinþórsdóttir og Áslaug Gunnarsdóttir 1 mörk hver. Guðrún Ósk Maríarsdóttir varði 13 skot í markinu. Það er reyna að hitta einhvern í viðtali áður en við skútum þessu hér. Finnbogi, það er náttúrulega fyrri hálfleikur hans sem skorið 4 mörk sem fer alveg með þetta hjá okkur. Já, ég sammála þér. Það er bara, sóknarleikur þar er dabur og það er náttúrulega bara, er erfitt að vinna á móti svona sterkur lið eins og Val, að vinna upp 8 mörk í seinni hálfleik. Svona náum svona ágætlega að koma tilbaka en ég vilja falla með meiri sæmd til þetta. Já, þið náðu þessu hvað niður ykkur 6 mörk en það er náttúrulega gríðarlega erfitt að sækja á eitthvað stórt fórskot á svona lið eins og Val en þarna þið fáið 25 mörk á okkur, það er svo sem ágætt mótið þessu liði á móti. Já, ég sammála því. Ég meina að leikun hefði getið verið jafnari ef að sóknir hjá okkur hefði verið betri. Við náttúrulega vissum alveg svona hvað við þyrftum að varast í leik þeirra. Hraðablöp þau eru öflug og eru skæð og við svona náum að minnsta kosti að loka fyrir aðeins meira
núna í þessu leik heldur í síðasta leik. En sóknarleikur í fyrri hálfleik, hann dreipur okkur. Afleiði þetta falla svona úr í undanúrslitum bikars, það ekki hægt síðan að. Já, ég er sammála þér. Við hefum viljað að hafa þetta aðeins meiri leik. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Það fá Stefán Arnarsson, þjálfara Vals, töltir hér yfir völlinn kampakátur. Það er mikið með að koma inn í bikarúrslitin. Takk. Nú geti með sigrið þar verið handhafar allra titlana á Íslandi, eða ekki? Í kvennaflokki? Jú, ég held það. En það er náttúrulega ljóst að það verður erfiður leikur. Við erum náttúrulega fyrst og fremst bara ánægðir að vera komin hana. Og við spilum við Fylki á laugardaginn og áttum mjög auðveldan dag og vissum þetta erfitt og þetta var erfiðara en við spilum frábæran varnarleik hérna og góð markvarsla og það skila okkur þessu sæti í bikarúrslitum. Að fá þessi 4 mörk í fyrri hálfleik í undanúrslitum bikars er náttúrulega stórkostlega. Já, líka eitt af þeim var hann í horni, hann fór í gegnum lappinu á Jenny þáttur að límda saman þar og svo rétti Kristín einu sinni boltan, þannig að fengum vel að 2 svona réttar á vörnina, þannig að það er frábært hjá þeim. Seinni hálfleikurinn þá snerist þetta kannski bara fyrst og fremst að halda fengnum hlut og verður þetta æsa sig mikið? Já, þetta snýst það. Við vorum alltaf komin í góða stöðu og þegar við spilaði jafn góðan varnarleik þá var það alltaf komið. En við ætlum alltaf bara að reyna að klára leikinn með sæmd og við gerum það. Já, kannski ekki sá hraði sem við erum vön að sjá til valsliðsins en það spilaðist kannski líka bara út af því hvernig staðan var í hálfleiknum. Já, svo er önnur ástæða það er dúkurinn. Við spilum á laugardaginn og við erum með frekar gamalt lið og það er orðið mjög þreyttir í löppunum, þráttur við hvíldum mikið þá. Þannig að þess vegna reyndum við að róa þetta eins mikið við gátum. En það vísu hendur okkur ekki að spila hægt, en við reyndum að vara hægt í þetta samt sem áður. Ákveður, takk fyrir þetta, Stefán. Já, Sigurður þjálfari valsliðsins. Við ætlum að fara að segja þetta gott hér þar sem við sáum Val vinna 11 marka sigur á Fylki í undanúrslitum Eimskipabikar kvenna. Fylgist með leik HK og Fram, eða var það Fram á HK kl. 20 á morgun hér á Sport TV. Verið sæl. Og áfram Danni! Boltinn í beinni á sporttv.is. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Had the time of my life and I never felt this way before. And I swear this is true and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Ískápar. Heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meira en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig
Hafðu augun á boltanum með N1. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. No stress.